Skulum spjalla þessum dæmi 30 í kafla 9.6. Við ætlum að finna fyrstu 3 liði sem eru ekki 0 í Taylor-röð falsins í veldinu tangens í mínus fyrsta vex mínus 1. Og þegar maður horfir á þetta þá lítur þetta kannski út fyrir að vera eitthvað horfbjóðsfall, en ef við getum nú fundið Taylor-markluna, þá erum við einmitt búin að leysa það mál. Þá erum við komið mjög einfalt fall sem gefur okkur einhvers konar nálgun á þetta fall. Og við skulum gera þetta. Við byrjum á að fletta upp hvernig Taylor-markliðan fyrir er og hvernig Taylor-markliðan fyrir tangens í mínus fyrsta af x er. Nú, í x er 1 plus x plus x í öðru deilt með 2 plus x í þriðju deilt með 6 og svo framvegis. Þetta eru öll farin að þekkja. Og tangens í mínus fyrsta er x mínus x í þriðju deilt með 3 plus x í fimmta deilt með 5. Og við skulum gefa upp samlindi bil, skulum gefa upp á hvaða bili þetta gildir. Þetta í x gildir fyrir öll x sem er röndulur og tangens í mínus fyrsta röðin gildir á bilinu mínus 1 til 1. Og báðar endapunktur með að vera með. Nú, í staðin fyrir, nú ætlum við að skoða hérna í tangens í mínus fyrsta af x mínus 1. Og þá hugsa, ok, í staðin fyrir x í ex, það ætla að skrifa tangens í mínus fyrsta. Þá nota ég bara í staðin Taylor-markliðunar. Ég segi í hérna, ef ég ætlaði að setja tangens í mínus fyrsta inn hérna, þá verður það sama að setja bara þessa hérna markliðu inn fyrir x-ið í markliðinu hér. Þannig segjum, þetta er jafnt og, 1 gefur bara 1, og svo í staðin fyrir x þá skrifa ég alla þessa rámsveina. Og svo í staðin fyrir x í öðru skrifa ég aftur markliðinu, eða þar segir skrifa markliðinu og setja hann í annað veldi. Þannig að plus, höfum hálfan bara hérna fyrir framansvegan. Og í öðru veldi. Og svo í þriðja hérna, þá er bara aftur sama markliðan í þriðja veldi, sinnum þá 1/6. Ég ætla bara að láta hann að skrifa fyrstu 2 liðina en þetta heldur þetta áfram eins. Og svo heldur þetta áfram hérna og þetta var þá í tangens í mínus fyrsta vex og svo mínus 1. Mun að hafa hann hérna með. Ok, þannig að við byrjum á að sjá bara að hérna erum við 1 og hérna erum við mínus 1 og hann styttist út. Þannig að höfum ekki meira ágjur á honum. Svo segjum við, ok, þetta er jafnt og það skipti yfir bara svartan penna aftur hérna. Já, ok, ég ætla að taka með alla liði sem fara upp í mesta lagi x í þriðja. Hæðsta veldi af x á að vera 3. Þannig ég tek með hérna x og ég tek mínus x í þriðja deilt með 3, en allt sem kemur hér á eftir hefur hærra veldi en 3, þannig ég tek það ekkert með. Þannig að segja jafnt og x mínus x í þriðja deilt með 3 og svo ekkert meira hér. Og þá erum við komin að þessum hérna. Sjáðu, hérna er með þessi hérna sví í öðru veldi, óvandarlöng margliða markveldið með sjálf sér aftur. Skulum að skrifa upp hvernig þetta verður. Höfum hérna smá reiknipláss hérna. Við erum með x mínus x í þriðja deilt með 3 plus x í fimmta deilt með 5 og svo framvegis. Og það í öðru, það þýðir bara í markveldanum með sjálfum sér. Og séð ég markvalda upp á svegunum hér, þá fæ ég, fyrst myndi ég markvalda x með öllum liðum í þessum ég hef eftir. Ég segi x sinnum x, það er síðan x í öðru, ok. Svo segi ég x sinnum x í þriðja. En munið, við ætlum bara að fara í mestarlega upp í x í þriðja og hér er ég strax komið með x í fjórða. Þannig að ég sleppi þeim lið. Ok, þá dugir heldur ekkert að fara í hérna hærra veldi, þá mun ég líka bara að fá hærra veldi af x. Þannig að ég hætti bara núna með þannig hér. Næsta sem ég myndi gera að taka hérna mínus x í þriðja deilt með 3 og markvalda öllum liðum. En séðum leiði ég markvalda hann með x hérna í næsta svega, þá er komið x í fjórða. Þannig að allir önnur markvaldi upp úr þessum svega hérna gefa einhver hærri veldi af x. Skulum skrifa hérna. Hærri veldi en 3 af x. Ok, þannig að út úr þessum hér svega kemur einfallega plus hálfur sinnum x í öðru plus eitthvað sem er hærra veldi. Ok, þá er það hérna þriðja veldið. Tökum hann. Þá erum við með 3 svona svega, ætlum að markvalda það saman. Þannig að fyrst segi hérna x sinnum x
og svo myndi ég þá fæ x í öðru og svo myndi ég margfalda þá við þennan hérna x og þá fæ ég x í þriðja. Ok, svo getum við pröfað x og tökum hérna næsta hérna í þessum, þá erum við komið með x í 5 og þá erum við komið með ofhátt veldi á x. Ég ætlaði bara að fara upp í x í þriðja. Þannig að ég sleppi því að halda áfram með þetta og ég sjáum alveg sama hvað aðra kombinasjónu ég tek. Ég fæ alltaf einhvern veginn hærra veldi en 3 á x-ið mín. Þannig að ég fæ x í þriðja pluss hérna einhver hærri veldi af x en 3. Þannig að út úr þessu er eina sem við höfum áhuga á 1/6 sinnum x í þriðja og svo bara pluss einhver veldi sem eru hærri en 3. Þannig að við erum komin með Taylor-röðin okkar. Tökum að setja hérna út. Við fáum nákvæmlega x pluss hálft x í öðru mínus x í þriðja deilt með 3 pluss x í þriðja deilt með 6 hérna, það er þá mínus 1/6 x í þriðja. Og svo pluss einhverju liði sem hafa hærra veldi á x. Og það er eina sem við hefum eftir að taka fram, það er á hvað bíli gildir þetta og þetta getur bara gilt á því bíli sem að upprunur aðeinar hafa sameiginlegt, þannig að þetta er á bílinu mínus 1/1. Það er komið Taylor margliðuna fyrir þetta fína fall og þetta er þægilegt að reikna út gildi og meta hvernig þetta er og diffra og heilda og svo framvegis.